Á 10 mínútna fresti kona drepin af einhverjum sér nákomnum í heiminum. Framkvæmdastýra UN Women á Íslandi segir gríðarlegt bakslag í jafnréttismálum, meðal annars í umræðum konur á samfélagsmiðlum og víðar. Þetta allt á réttri leið, sagði seðlabankastjóri eftir að stýrivextir voru lækkaðir í dag. Verðbólga væri að hjaðna og hörð peningastefna hefði skilað árangri. Heitt vatn hefur fundist á Kjalarnesi og Geldinganesi. Gangi allt að óskum gæti svæðið á Kjalarnesi séð 10.000 manns fyrir heitu vatni, segir framkvæmdastjóri Veitna. Tugir þúsunda tóku þátt í ríflega vikulöngum mótmælum á Nýja-Sjálandi gegn lagafrumvarpi sem talið var skerða réttindi Maóra. Mótmælin breiddust út allt landið. Komiði sæl. Kona drepin af einhverjum nákomnum á 10 mínútna fresti í heiminum og það fjölgun frá því í fyrra. Ný skýrsla frá Þýskalandi sýnir fjölgun ofbeldisbrota gegn konum þar í landi. Í fyrra voru 360 konur myrtar í Þýskalandi. Fast jeden Tag wird in Deutschland eine Frau oder ein Mädchen getötet. Das ist fast jeden Tag ein Femizid. Alle 3 Minuten erlebt eine Frau oder ein Mädchen in Deutschland häusliche Gewalt. Jeden Tag werden mehr als 140 Frauen und Mädchen in Deutschland Opfer einer Sexualstraftat. Über die Hälfte von ihnen ist minderjährig. Hugtakið femicide kallað kvennamorð á íslensku. Í rauninni þá heimilið hættulegasti staðurinn kvenna, því að kvennamorð eru skilgreind út af því að það einhver nákominn sem myrðir konur. Það getur verið fjölskylda, vinur, maki, ættmenni. Og það svona mismunandi skilgreiningar á því eftir hvar við erum stödd í heiminum, þetta getur verið heiðursmorð, en þetta alltaf út frá því að kona drepin vegna kynsins. Niðurstöðurnar frá Þýskalandi eru samsvarandi samantekt í Bretlandi sem fjallað var í heimskviðum helgina. Þar í landi hafa löggæsluyfirvöld lýst umfangi heimilisofbeldis sem neyðarástandi. Das ist unerträglich, es geht uns alle an, nicht nur Frauen. Wir müssen uns dem ganz entschieden entgegenstellen, mit allen Mitteln des Rechtsstaates, aber auch als Gesellschaft. Im Netz genauso wie auf der Straße, in der Nachbarschaft, im persönlichen Umfeld, wo viele dieser Taten leider begangen werden. Í fyrra voru að minnstakosti 51.100 konur myrtar af maka eða öðrum sér nákomnum í heiminum. Það þýðir að kona var myrt á 10 mínútna fresti í fyrra og það aukning frá árinu áður þegar kona var drepin á 11 mínútna fresti. Tíðni kvennamorða hefur aukist á heimsvísu og ekkert ríki þar undanskilið. 86% kvenna og stúlkna búa í ríkjum sem veita ekki lagalega vernd gegn kynbundnu ofbeldi. Ein af hverjum 4 unglingsstúlkum hefur verið beitt ofbeldi í nánu sambandi. Það sem í gangi náttúrulega gríðarlegt bakslag í jafnréttismálum. Og ég held að það sem hefur þar áhrif eru samfélagsmiðlar, populismi, orðræða konur. Við erum að sjá bakslag þar allstaðar. Og svo líka lifum við í heimi núna þar sem mikil neyð og ófriður. Og í gögnum okkar hjá UN Women þá sjáum við alltaf þegar svona ástand ríkir að það aukning í kynbundnu ofbeldi. Og kvennamorð náttúrulega alvarlegasta og grófasta birtingarmynd kynbundins ofbeldis. Á mánudaginn alþjóðadagur Sameinuðu þjóðanna gegn kynbundnu ofbeldi. Þá hefst líka 16 daga átak UN Women og út kemur alþjóðleg skýrsla kvennamorð. Við erum að sjá í okkar gögnum að það breyting þar á. Það aukning á heimsvísu í kvennamorðum. Við töluðum áður að á 11. hverri mínútu væri kona drepin. Við erum að sjá að það að breytast og tölurnar að hækka. Nú tölum við á 10. hverri mínútu kona drepin vegna kynsins á heimsvísu. Og þetta eru sláandi tölur og erfitt að horfast í augu við að þetta sé staðan í dag árið 2024. Allur heimurinn undir í skýrslunni og Stella segir stöðuna misjafna eftir löndum og heimsálfu. Flest kvennamorð eru í Asíu. En ef við horfum svona á heildartöluna út frá íbúafjölda, þá Afríka og Eyjaálfa með hæstu tölurnar.
Evrópa með lægstu tíðnina og það varð fækkun á kvennamorðum frá 2010 til 2021. En nú eitthvað að breytast. Eins og við erum að heyra bara í fjölmiðlum núna undanfarið að eins og í Bretlandi sem hefur lýst yfir neyðar ástandi vegna fjölgunar á kvennamorðum. Það hættuleg þróun og ég hrædd að við eigum eftir að sjá aukningu þar. Ég myndi telja að það sem við þurfum að gera náttúrulega að ráðast að rót vandans sem eru þessi úreltu viðhorf gagnvart konum. Við verðum að gera betur þar, annars breytum við ekki. Við getum alltaf komið eftir á stuðning sem auðvitað mikilvægur og fjármagn og þess áttar hlutir sem skipta máli, en við verðum að fara að ráðast að rót vandans. Og að öðru, stýrivextir lækkuðu 0,5 prósentustig í dag og standa nú í 8,5%. Seðlabankastjóri telur þráláta verðbólgu halda áfram að hjaðna eftir harða kælingameðferð peningastefnunefndar. Svo virðist sem lækkunarferli stýrivaxta sé hafið eftir mikið klifur sem hófst í miðjum heimsfaraldri. Hásléttinu var náð mitt ár í fyrra en fyrsta lækkunin frá COVID-tímanum var nú í október og svo aftur í dag. Seðlabankastjóri segir fyrstu áhrif að lækkunarinnar gæta strax til að mynda með lægri afborgunum af húsnæðislánum. Hvað vó þyngst í þessar ákvörðunartöku? Það bara það að kannski bara tveir þættir. Fyrst verðbólga að lækka og verðbólguvæntingar líka að lækka og öðru lagi að bara hagkerfið það að kólna. Það eru ótrúlega merki það að við erum að sjá bara kólnun í kerfinu. Var full samstaða í nefndinni þessa 50 punkta lækkun og eru þið samstiga í þeirri vegferð að þessari kælingameðferð sé lokið? Við gefum vilt ekki upp nákvæmlega hvernig atkvæði fóru í atkvæðagreiðslum en nefndin hefur verið nokkuð samstiga í þessari kælingameðferð. Miklu hafi skiptað fjárlög voru samþykkt á lokametrónum án mikilla breytinga. Sparnaður fólks hefur aukist síðustu mánuði og hlutfall eigin fjár í fasteignum heimila hefur hækkað. Verðbólga verði komin undir 3% á fyrrihluta ársins 2026 og nái 2,5% markmiði Seðlabankans mitt það ár, gangi spárnar eftir. Við höfum náð árangri með því að beita mjög harðri peningastefnu. Hvað síðan gerist, verðum við eiginlega bara bregðast við. Ég held að það breyti ekki heildarmyndinni fyrir okkur, eins og við fengum á okkur eldgos bara fyrir árið síðan. Og það hafði aðeins áhrif, menn ég held að það hafi tafið fyrir kólnun hagkerfisins en það breyti ekki heildarmyndinni. Viðstegjöfnur þráttur allt í jafnvægi, þó við höfum verið að beita svona harðri peningastefnu. Það svona vekur vonum það að við náum að lenda þessu saman. En ég segi þetta bara allt á réttri leið. Úkraínumenn hafa skotið langdrægum breskum flaugum á rússneska grund í fyrsta sinn. 5 ríki, þar á meðal Bandaríkin, lokuðu sendiráðum sínum í Kív, höfuðborg Úkraínu í dag, vegna upplýsinga yfirvofandi árás þar. Bandaríska sendiráðið í Úkraínu tilkynnti í morgun að ákveðið hefði verið að loka sendiráðinu vegna aðvörunar mögulega stóra loftárás á Kív af hálfu Rússa. Grikkland, Ungverjaland, Ítalía og Spánn fylgdu fordæmi Bandaríkjanna og lokuðu sínum sendiráðum en það spænska hefur reynda verið opnað aftur. Utanríkisráðuneyti Úkraínu sagði þetta aðeins vera sálfræðihernað af hálfu Rússa til að draga úr stöðugleika í landinu. Í dag greindu fjölmiðlar frá því að Úkraínumenn hefðu skotið breskum Storm Shadow langdrægum flaugum á rússneskt landsvæði. Hvorki bresk né úkraínsk stjórnvöld vildu tjá sig þessar fréttir í dag. We are using all the means to defend our country, so we're not going into detail, but we are just sending that we are capable and able to respond. Joe Biden Bandaríkjaforseti hefur hins vegar veitt Úkraínu slíka heimild sem Rússar segja að sé stigmögnun á stríðinu. Það eykur enn á óvissuna að Donald Trump þykir líklegur til að draga verulega úr aðstoð Bandaríkjanna. Forseti Úkraínu var í viðtali á Fox í morgun og lýsti afleiðingum þess ef aðstoðinni yrði hætt. I think we will lose. Of course, anyway, we will stay, we will fight. We have our production, but it's not enough to prevail, and I think it's not enough to survive. Heitt vatn hefur fundist á Kjalarnesi og Geldinganesi. Vísbendingar eru að jarðhitasvæðið á Kjalarnesi geti annað heitavatnsþörf allt að 10.000 manns.
Heitt vatn á höfuðborgarsvæðinu kemur núna frá virkjununum á Nesjavöllum og Hellisheiði og frá 4 lághitasvæðum, Reykjum og Reykjahlíð í Mosfellsbæ og Laugarnesi og Elliðaárdal í Reykjavík. Nú hafa veitur fundið heitt vatn á Brimnesi á Kjalarnesi og á Geldingarnesi og því gætu 2 lághitasvæði bæst við þau 6 sem fyrir eru. En jarðhiti hagkvæmasta orkan fyrir hitaveitur. Veitur binda vonir við að vatnið af Kjalarnesi geti verið komið inn á kerfið innan 3 til 5 ára. Ef allt gengur óskum þá gætum við verið að sjá fyrir okkur þetta svæði myndi anna alltaf 200 sekúndulítrum sem að samsvara því að við gætum verið að anna 10.000 manna hverfi í hámarks eftirspurn héðan frá Brimnesi. Óvissan Geldingarnes meiri. Veitur áætla að eftirspurn eftir heitu vatni aukist 120 sekúndulítra á ári hverju. Sigrún segir þegar verið að mæta eftirspurn með aukinni framleiðslu frá virkjununum og betri nýtni jarðhitasvæðana sem fyrir eru. Þá stendur jarðhitaleit yfir á nokkrum stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við getum alveg átt von á að finna fleiri svæði sem alveg frábært. Því þetta ekki eingöngu það að anna aukinni eftirspurn, heldur þetta líka í rauninu auka mjög mikið rekstraröryggi að hafa eggin okkar í fleiri körfum, við getum orðað það þannig. Þannig að ef við lendum í einhverju náttúruvá eða óvæntum rekstraráföllum að við séum betur undir það búin að bregðast við því. Hæstiréttur sýknaði í dag íslenska ríkið á kröfu Reykjavíkurborgar vegna framlaga úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga í tengslu við rekstur grunnskóla og kennslu barna með íslensku sem annað mál. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi fyrir tæpu ári ríkið til að greiða borginni nærri 3,5 milljarð króna ásamt vöxtum vegna þess að borgin hefði verið útilokuð frá framlögum úr sjóðunum með ólögmætum hætti á grundvelli reglugerðar ráðherra. Dómkrafa Reykjavíkurborgar nam nærri 5,5 milljarði. Ríkið áfrýjaði niðurstöðun til Hæstaréttar sem sýknaði ríkið í dag og taldi að ekki hefði skort lagastoð fyrir reglugerð ráðherra. Fyrsta skóflustungan að nýrri Ölfusárbrú var tekin í dag. En á þó eftir að ljúka við hönnun og jarðvegsrannsóknir áður en framkvæmdir geta hafist að fullu. Alþingi samþykkti skömmu fyrir þinglok frumvarp sem heimilar ráðherra að ganga að samningum við verktaka byggingu brúarinnar. Samkomulagið var undirritað í dag og að svo búnu tók fjármálaráðherra fyrstu skóflustunguna á Bökkum Ölfusár 10 dögum fyrir kosningar. Það var bara mikilvægt að klára þetta. Að það skuli gerast núna í þessum aðdraganda bara tilfellið. En á þó eftir að ljúka við hönnun brúarinnar sem mun liggja austan við bæinn. Hönnun og framkvæmd í höndum verktakafyrirtækisins Þ.G. Verks. Jarðvegsrannsóknir standa yfir nú þegar og svo bara í kjölfarið hefjast framkvæmdir á staðnum. Ný brú hefur lengi verið í burðarliðnum. Sú gamla orðin 79 ára gömul og umferð langt umfram það sem hún var hönnuð fyrir. 15.000 bílar aka þar á dag. Gert ráð fyrir að nýja brúin verði risin árið 2028. Heildarkostnaður tæplega 18 milljarðar króna og hann á að fjármagna til hálfs með veggjöldum. Gamla brúin verður þó enn opin fyrir þá sem vilja komast hjá gjaldtöku. Ráðherra hefur ekki áhyggjur af því að bjartsýn tekjuáætlun standist ekki. Veggjöldin munu, og ég mun segja það í dag, þær munu standa undir öllum kostnaðinum. Umferðin mun vaksa, sniðgangan verður minni heldur en menn hafa áætlað, þannig að það mun gerast. Samfylkingin vill leiða styrka efnahagsstjórn og vill fjárfesta í heilbrigðisinnviðum því víða í heilbrigðiskerfinu sé sóun. Sömuleiðis vill flokkurinn draga úr gróðavæðingu á húsnæðismarkaði. Þetta meðal þess sem kemur fram í máli Kristrúnar Frostadóttur, formanns Samfylkingarinnar, í forystusætinu í kvöld. Hún vill ekki leggja af stað í vegferð atkvæðagreiðslu Evrópusambandið ef það klýfur þjóðina. Ég vil ekki leggja af stað í þessa vegferð ef ég sé ekki fyrir mér að það sé afgerandi stuðningur meðal þjóðarinnar vegna þess að þetta aðgerð, þetta ferli sem tekur orku, pólitískt kapital, þetta langvarandi ákvörðun, þú tekur ekki ákvörðun að ganga inn í Evrópusambandið og út úr því á næsta kjörtímabili og mér finnst skipta máli að þessi umræða verði líka tekin fyrir utan svið stjórnmálana. Einhverjum fjölmennustu mótmælum Maóra í Nýja-Sjálandi lauk í gær. Tugir þúsunda stóðu saman gegn lagafrumvarpi breytingu á stofnsáttmála ríkisins.
Einn stjórnarflokkana í Nýja Sjálandi vill að sáttmála frá 1840 verði breytt. Sáttmálinn var undirritaður af þáverandi höfðingjum Maóra og enskum landherrum þar sem Maórum var tryggð yfirráð og eignarréttur yfir jörðum sínum og eignum. Andstæðingar frumvarpsins segja það tilraun til þess að skerða rétt Maóra. Þingmenn úr röðum þeirra mótmæltu hástöfum þegar það var tekið til umræðu í þingsal og framkvæmdu haka. Þingkonan Hana Ravidi Maipi Clark hlaut eins sólarhringsbann úr þingsal fyrir að hefja mótmælin. Hún ávarpaði hópinn sem kom saman fyrir utan þinghúsið í Wellington. I may have been suspended for 24 hours and not let in the gates to the debating chambers. But the next day I showed up outside the steps with 100,000 of my people. Líkurnar á að frumvarpið verði samþykktir og afskaplega litlar. Forsætisráðherrann Kristoffer Luxon segist sjálfur andvígur því, þrátt fyrir að það komi frá samstarfsflokki hans í ríkisstjórn. Our position and why we don't support it is very clear. Treaty issues are complex. They've been negotiated, debated, discussed over 184 years. It's simplistic to assume that you can, through the stroke of a pen, resolve all of that. Gleði og sorg, kvíði og kæti og skemmtilegar teikningar eru meðal þess sem farþegar í neðanjarðarlestarkerfi New York borgar deila hver með öðrum á vegg sem kallast lækningameðferð í lestunum. Hugmyndasmiðurinn segir að kosningar hafi sannarlega áhrif á líðan fólks. Hann er býsna skrautlegur, veggurinn á brautarstöðinni sem tengir 77. breiðgötu í New York. Hann er þakinn litskrúðugum miðum með skilaboðum skrifuðum af fólki á ferðum neðanjarðarlestarkerfið. I put that I choose kindness even when it's hard because I've had a hard time wanting to lash out whenever I've been treated not so awesome by some people recently, and it's easy to want to be mean back, but being kind is the best thing to do. Öllum þeim mikla fjölda farþega sem leið á þar á degi hverjum gefst tækifæri til að staldra aðeins við og skrifa niður hugleiðingar, brandara, teikningar eða deila gleði og sorg, kvíða eða kæti með þeim sem þarna fara I feel like this is a really good idea. I mean, I think especially somewhere where people can walk by and physically see what other people are feeling and what other people are thinking. I think it's such a beautiful thing. Matthew Chavez er hugmyndasmiðurinn á baku vegginn sem fyrst leit dagsins ljós eftir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum árið 2016. This project is not a reaction to the election, but because it invites people to express how they're feeling at the time that they're feeling it, certainly the context of the election influences what people write about. Hugmyndina kalla Chavez Subway Therapy eða lækninga meðferð í lestunum. It's weird, it's interesting, people have so much to say, and I love being in places where people are moving from one place to another. They just stop, they real quick get something off their chest, and then they're on their way. Nákvæm eftirlíking af fræga sportbílnum úr kvikmyndinni Aftur til framtíðar að Back to the Future var til sýnis við Fríkirkjuna í Reykjavík í dag. Leikstjóri myndarinnar Robert Zemeckis er staddur hér á landi og fékk að skoða gripinn. Eiginkona hans, leikkonan og rithöfundurinn Leslie Zemeckis meðal gesta á Iceland Noir bókmyndahátíðinni sem hófst í gær. Í myndinni Aftur til framtíðar ferðast tímann í þessum fræga bíl, sportbíl að gerðinni DMC DeLorean. Eftirlíkingin smíðuð hér á landi og í eigu Íslendings. Zemeckis nýtti tækifærið og áritaði sólskyggni sem þegar hafði verið áritað af aðalleikstjóra myndarinnar. Í kastljósi kvöldsins verður haldið áfram að fjalla þau málefni sem helst brenna á kjósendum fyrir kosningar. Að þessu sinni verður rætt eitt aðalkosningamálið í ár, það eru efnahagsmálin. En auk þess verður haldið áfram að varpa upp hinni hliðinni á formönnum flokkana. En Viktoría Hermannsdóttir kíkti í heimsókn til Arnars Þórs Jónssonar formanns lýðræðisflokksins. Og við lítum að sjálfsögðu til veðurs.
Kalda heimskautaloftið heldur áfram að streyma til okkar og ekki verður breyting þar á næstu daga. Það verður kalt áfram hjá okkur og gengur á með éljum fyrir norðan en annars má reikna með að víða verði bjart. Það er nokkuð stíf norðanátt fyrir austan í kvöld og í nótt og því víða skafrenningur og slæm færð á fjallvegum á þeim slóðum en það lægir smám saman á morgun. En það er Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Karlalandsliðið í körfubolta leikur 2 gríðarlega mikilvæga leiki við Ítalíu í undankeppni EM sitt hvorum megin helgina og byrjaði í Laugardalshöll á föstudagskvöld. Við tókum á síðast heima. Haukar halda áfram toppsætinu í úrvalsdeild kvenna í körfubolta. 3 leikir eru í deildinni í kvöld. Og ferliðins besta tennisleikara sögunar lauk í gærkvöldi þegar Spánverjinn Rafa Nadal kvaddi völlinn í síðasta sinn. The way that I would like to be remembered more is like a good person from a small village in Mallorca. Íþróttir hér rétt handan hornsins. Og það var helst í þessum fréttatíma. Á 10 mínútna fresti er kona drepin af einhverjum sér nákomnum í heiminum. Framkvæmdastýra UN Women á Íslandi segir gríðarlegt bakslag í jafnréttismálum, meðal annars í umræðu konur á samfélagsmiðlum og víðar. Þetta er allt á réttri leið, sagði seðlabankastjóri eftir að stýrivextir voru lækkaðir í dag. Verðbólga væri að hjaðna og hörð peningastefna hefði skilað árangri. Heitt vatn hefur fundist á Kjalarnesi og á Geldinganesi. Gangi allt að óskum gæti svæðið á Kjalarnesi séð 10.000 manns fyrir heitu vatni, segir framkvæmdastjóri Veitna. Tugir þúsunda tóku þátt í ríflega vikulöngum mótmælum á Nýja-Sjálandi gegn lagafrumvarpi sem talið var skerða réttindi Maóra. Mótmælin breiddust út allt landið. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum, veðri, kastljósi og svo minnum við á forystusætið sem hefst klukkan 20:05. Nýjustu fréttir má alltaf finna á RÚV.is en næstu fréttatímar þeir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, sæl að sinni. Á RÚV í kvöld. Alþingiskosningar 2024 forystusætið. Formenn stjórnmálaflokkana sitja fyrir svörum störf sín og stefnumál. Mjög samfærandi lýsingar frá djamminu í Reykjavík. Já, stórkostleg sena. Við erum náttúrulega vaksin upp úr því. Kiljan, þáttur sem löngu orðinn ómissandi í bókmenntaumræðunni í landinu. Ný víglína, þýsk spennuþáttaröð líf lögreglunemans Júlíu sem umturnast þegar hún verður ástfangin af hinum dularfulla Nick sem ekki allur þar sem hann séður. Stríð á norðurslóðum, finnska heimildaþáttaröð frá 2022 þar sem fjallað lítt þekkta atburði í seinni heimsstyrjöldinni. Höfum það notalegt á aðventu.